Góðan daginn skákmeistarar, ég ætla að taka fyrir hérna kaffihúsaleið. Það er búið að vera aðeins svo mikið svona alvar í þessu undanfarið og nú er ágætt að fara yfir einhverja svona sullufótafræði. Já, þá byrjum við bara. Það er klassísk síkilega vörn. Og ég ætla að kynna til leiks hérna riddari D5 sem ég hef bara ekki séð áður en fyrir svona viku síðan, mjög skrítinn leikur. En hann er samt ekkert alvitlaus og sérstaklega svona, ef maður ekki séð hann áður, þá er þetta ekkert þægilegt að fá þetta sko. Krítíska línan í þessu er sem sagt drepa á D5 myndi ég halda og skák á A5 og drepa á D5 og riddari B5. Ég mun skoða það eftir í lokin. Ég skal skoða aðra leiki fyrst. Það drepur á E4, þá kemur bara riddari B5 og riddarinn að fara hérna á C7. Það er ekki gott. A6 er sennilega ekki góður leikur. Það er ágæt lausn að drepa. G3. Byrkjuminn á C4 er mjög sterkur. B3 hótar á F7. Það kemur E6, þá kemur á B7. Dróning H5. Byrkjum B2 er sterkur leikur, má ekki drepa og drepa á C8. Og hvítur enda að vinna í skákinni Bert and Swinkels í Eindhoven 2019 og þessi Bertsen er hollenskur stórmeistari sem teflir oft svona einhverja undarlega varianta en hann kann þá vel sko. Það er alveg ákveðin nálgun. Aðri leikir, E5. Það sé bara best að drepa á F6 og það er með drottningu þá teflist það eitthvað með svona og transpósar í eitthvað svona, hvað maður segja, Svesnikov eða eitthvað. Sá sem er að tefla klassíska sigilevörn er ekki að sækjast eftir þessari stöðu með svörtu held ég sko. Það er með G-piðinu. Þá er þetta ágætt framhald og ég er bara að fara að hrókera og leika F4. Myndi ég halda að vera ágætt plan. Þetta er kósta á hvíta. Aðri leikir, E6. Sennilega vafasamur leikur, best bara drepa F6. Drottning drepur, nú endur með G-piðinu. Þá er byrkjum B3 ágætsleikur og hvítur bara með betri stuðu. Getur verið að leika C4 sletna eða bara byrkjum B3 og stuttrókina. Það má líka drepa á C6, þetta er ágæts hugmynd. Dróning H5. Dróningin er með að virka á H5 og skoða hvernig þetta telst. Dróning B6 til dæmis. Svo B1, valda B2 til þess að fara byrkjuminn og C1 út og hér er einhver skák sem eldist í þessu og hérna held ég að dróning F3 sé bara mjög fínt á hvít sko. Biskupinn er að fara að hóta hérna á F4 og það kemur biskup D6 þá þú sem sé að þetta leika bara G3. Já. Drótning drepur, drótning D8, valdar á D6, riddari B5 og hér er hægt að leika byrkjum F4. Fari eitthvað svona til dæmis eða byrkjum B6, C4, byrkjum B2 kemur líka til greina. Drótning D2 kemur í veg fyrir byrkjum G5, en það var kannski D5 svona nálægt í að jafna tablið. Svo taka G4 gæti verið einfaldast bara og byrkjum B2 það er erfitt að segja hvernig svartu við tefla þetta. Segjum þetta E5. Þetta verður bara svona eins og einhver grjótgarstaða en hvítur er alltaf með aðeins betra í þessu sko með rými og svo framvegis. Svona baka.
Þannig að þetta er ekki svona krítískt framhald allavega. Og ef maður er að tefla klassíska siglivörn með fjóstu, þá er maður ekki að segja eftir þessari stöðu, sko. Já, byrju nú við. Þá skulum við kíkja hérna á krítísku línuna með rittardrep D5. Þá er það krítíska línan með rittari D5. Dróninga A5 skák, svartur nær í pið, rittari B5. Hóttur rittari C skák. Nú, kóngsleikirnir virka ekki, það er líka astanlegt að leika kóngnum svona stemma. Skák á A5, dróningin af. Kóngur D7 er náttúrulega alveg fáránlegt, G4 og við erum alveg með þrjus bætu fyrir peð, sko. Dróninga E5 skák, biskup E2 og hrókur B8, það er bara C4. Það er bara að tefla stöðuna og hótum skák á C7. Þess að hótum skák á D7 og það getur verið að með rittarinn á D5 til dæmis. Þannig að dróninga E4 er ekki góður leikur og rittarinn C7 kemur næst og hrókurinn af. Dróninga E6 er eini leikurinn hérna. Skák, biskup E2, dróninga D7 og þá valdar hérna svartur á D7. Og þá er líklega bara best að leika C4, nú biskup G4, það gengur ekki, eins og við sjáum. Þannig að C4. Við erum peðin undir en kallarnir okkar hérna er konur út og drottningin á D7 fyrir biskupnum og C8 en svartur er peðin yfir. Svartur á ýmsa leiki er náttúrulega A6 eða E6 getur þetta svona, biskup E3 og bæturnar hjá hvítum eru þetta bakstætt peð hérna á D6 og hvítur er með svona langtíma pressu, þetta leika kannski dróning D2 og hrókur D1 og ef hann leikur A6 þá var þetta fara með rittarinn á D3 og D5, eitthvað svoleiðis. Þegar leikir eins og F4. Aðri leikir eru E5, kannski heldur sem nú frekar vafasamur. Þetta er skák sem tældist hjá Martínez, nei Ibarra á móti Martínez, þetta er eitthvað hraðskák bara. Og hérna er hvítur komið með þessa pressu á D6. Það var bara hægt að drepa þetta á D6 og hvítur er með fína stöðu. Skulum baka. A6, það virkar rökrétt á mig. Eina slæma veikir B6-sveitin. Ef við myndum ná að leika rittar D5 hér, þá er rittar B6 hættulegur leikur. Til dæmis G6, þá kemur rittar D5. Þannig að E6 valda D5. Og þá er svo sem þetta tefla á ýmsa vegu, biskup E3. Það byrja kannski á hrókeringu, bara fín þetta hérna. Hér er hugmyndin sérst að fara með rittarinn á B6. Biskup D8 getur athyglisvert, B5. Og þetta er nú sennilega bara nokkuð óljós staða, sko. Svartur hefur alveg sín færi í þessu, myndi ég halda. En í hraðskák til dæmis held ég sé mjög erfitt að hitta á þetta allt, sko. Hrókur B8 til dæmis. Hvítur nær hérna pressuna á sem sagt drottningaveng. Geir neglum hennan rittar á B6, B4.
þetta er einhver stað sem er bara aðeins hættuleg fyrir svartan þó að þessi piðin yfir. Það A3-pið er mjög hættulegt og hvítur vann þessa skák, þetta er einhver skák sem þetta á netinu. Þetta er bara svona sýnidæmi en allavega ok. Og annar leikur er biskop E3, biskop E7 og riddari A4 kemur til greina hérna líka, tefnilega svona með svipaðri hugmynd, A4, A5 og eitthvað svoleiðis, fókus í 1, dróni D2, fókus í 1 og svo framvegis. Segir hrókling og fókus B8 og F4 og hvítur er stundum bara með þessa F5 hugmynd síðar í einhverju stöðum. En biskupinn er nokkuð góður hérna á E2, sko, hann kemur alveg fyrir B5. Og það mun taka einhver tíma fyrir svartan að greiða úr þessari flækju með drottningjuna og biskupinn. Og þegar drottningi fyrir á C7 þá er alltaf svona leik eins og fókus C1 og hóttum þá riddari D5. Sem drepið og leppur hérna riddarinn. En nóg það. Þeim hrókiring, F4, hrókur B8, dróni D2, B6 og hvítur með einhverja bætur svona fyrir piðið. En eins og ég segi, ég er ekki að halda það fram að þetta sé eitthvað frábær variantur á hvít en svartur þurfti að vanda sig svolítið. Og hér er einhver skáka sem svartur fekk aðeins betra. En já, þetta var bara svona sýnidæmi þessar stöðutýpur og þennan kaffihúsa variant. Það ætlum að fá sér ekki bara gott kaffi eftir þetta. Takk fyrir.